þetta Vítalíumál, þar sem að Arna Grant og fleiri voru þarna flæktir í máli heita potti í hérna sumarbústaða og þú þar á meðal og þar kemur Vítalía fram í viðtali við Eddu Falag og lýsir því að hún hafi orðið fyrir kynferðisafbroti. Sko þetta mun náttúrulega óumflýjanlega vera rætt í samhengi við það út af því að ég til dæmis nefndi við hann áðan að maður er búinn að heyra minna frá þér síðan að þetta gerðist. En þetta mun óumflýjanlega vera rætt í samhengi við það að þú sért að fara hérna fram. Hvað hefur að segja þetta? Já, það þá mitt, þú veist að ég get ekki sagt hvart yfir því að ekki heyrt eða séð mikið af mér síðustu árin, en það er náttúrulega orðið talsvert síðan að þetta mál rekur sig 6 ár aftur í tíman, eða þetta eru atburðir sem þú ert að vitna til eru árinu 2020. Já, ég vil ekki vera að ræða það mál sko efnislega núna bara vegna þess að ég tel að hafi þegar fengið miklu meiri umfjöllun heldur en það verðskuldaði og ég eigi rétt á því að skilja það mál eftir í fortíðinni og horfa til framtíðar og til þeirra verkefna sem ég að taka að mér núna vegna þess að ég var borinn röngum sökum og ég gerði það eina sem ég gat í stöðunni sem var að kæra þetta mál til yfirvalda til að fá úr því skorið og það tók langan tíma það ferli og það var erfitt fyrir mig og marga aðra en það var nauðsynlegt því annars var hætt á því að sannleikurinn hefði aldrei komið í ljós og niðurstaðan var sú að það væri ekkert hæft í ásökunum í minn garð og málið hérna fellt niður og það eru sko á þessu ári 3 ár síðan að svo loka niðurstaða varð þannig að ég segi bara að ef fólk hefur áhuga á að grafast fyrir það þá getur það gert það bara á netinu en ég get ekki varið meira af mínum tíma í umfjöllunum þetta og vil horfa til framtíðar. Þannig að þú bara leggur þetta í dóm kjósenda að googla sig ef það hefur áhuga en að það mun ekki koma til með að hafa áhrif á þína baráttu þá. Nei, máli fékk formlega meðhöndlun og því lauk og svo loka niðurstaða liggur fyrir og fyrir nokkrum árum síðan eins og ég segi og hérna ég er bara öðru að sinna í dag.